Ég heiti Benedikta, hér mér við hliðið Þóra, Ásrún og Sigfinnur. Við erum öll félagar í VÁ, sem félag vernd fjarðar og við viljum byrja á því að gagnrýna hversu illa hefur verið staðið að kynningu þessa fundar. Ég veit ekki hvort það Múlaþings eða Skipulagsstofnunar, en hann var fyrst auglýstur á heimasíðu Múlaþings klukkan 10 í morgun. Þannig að ég held að já, hann var sko aðeins neðar en það kom fyrst svona auglýsing. Ég held að sé hægt að gera þetta betur, þess að laga. Já, en allavega þá held ég að sé alveg hægt að gera betur í að auglýsa fundi fyrir íbúa sem eru þá hagsmunaaðilar, þeir viljið væntanlega heyra rödd þeirra. Drög ykkar, rétt eins og frummatsskýrslu fiskeldi Austfjarða 10.000 tonna fiskeldi í Seyðisfirði, fær að okkar mati falleinkunn. Við höfum lagst í rannsóknarvinnuna sem þið í rauninni hefðuð átt að vinna og erum að fara að leggja fram til ykkar núna skriflega mjög greinargóðar athugasemdir við skýrslu þessa sem þið hefði nú kynnt fyrir okkur. Í skýrslunni unnið með rangar mæleiningar þegar fjallað helgunarsvæði Farís, strengsins, enskar mílur í stað sjómílna. Þetta sama mæleiningavillan og kemur fram í frummatsskýrslu FA og furðulegt að þið notist við hana þegar Skipulagsstofnun gerði mjög neikvæðri niðurstöðu sinna á áformum grein fyrir þessari vinnu. Þetta hefur afgerandi áhrif á niðurstöðuna, svo skeikar allt 122 metrum í þröngum firði. Já, ég ætla að lesa brot úr svari Farís. En Farís sendi til Skipulagsstofnunar umsögn málið í desember 2020 þar sem við förum yfir hvaða lög gilda til varna á sæstrengjum. Síðan höfum við ekkert heyrt og ég veit ekki hvað ferli málið er. Ekki má varpa akkerum eða vera með botnfestingar fjórðung sjómílu frá strengnum Farís 1 og ekki er hægt að gefa neinn afslátt af þeirri kvöð. Á Íslandi eru ekki notaðar enskar mílur, heldur sjómílur á hafi og því ljóst í okkar huga að helgunarsvæðið sé 463 metrar sitt-hvora megin við strenginn. Þannig er helgunarsvæði alls 926 metrar á breidd. Farís-strengurinn er einn fjarskiptaleið Íslands við umheiminn og dýr eign íslenska ríkisins og okkar allra. Það vekur furðu að Skipulagsnefnd haf- og strandsvæða hafi farið svo kæruleysislega við staðreyndir sem lúta öryggi hans. Seyðisfjörður er talin ein öruggasta og besta höfn landsins, staðreynd sem hefur laðað að henni mikla umferð í gegnum tíðina. Nægir nefna síldarárin en þá var hún öruggt skjól 100 skipa í bræði. Farþegaferð Norræna, áður Smyrill, hefur átt sér í firðinum örugga heimahöfn í hartnær hálfa öld. Síðustu misseri hefur sótt í höfnina mikill fjöldi risavaxinna erlendra skemmtiferðaskipa, eitt og stundum fleiri skip liggja hér við kaja og ankeri hvern dag sumarsins. 3 fyrirtæki sinna siglingum með ferðamennum fjörðinn yfir sumartímann. Í skýrslu Skipulagsnefndar er þessu mikla álagi og langan og þröngan fjörð lítið sem ekkert sinnt. En lagt til að enn skuli aukið á álagi með alls óskiptum atvinnuvegi sem auk þess að vera farartálmandi mun hafa í för með sér skolpmengun sem svarar til 160.000 manna þéttbýlis. Samráð við Seyðfirðinga í skipulagsferlinu hefur verið miklu og mynd samanber boðun til þessa fundar. Grafalvarlegt mál þar sem íbúar hafa með skýrum hætti lýst sig andvíga öllum áformum Laxeldufirðinum. Þessi framganga gengur þvert á fögur fyrirheit sérkenni og raddir byggðakjarnanna í nýju sveitafélagi, séu virtar. Og aðeins að bæta við þetta, ég hringdi svolítið út í dag til að hvetja fólk til að mæta þennan ágæta fund og talaði þar meðal annars með Eyjólf bónda á Selstöðum sem fyrir ætlanir Laxeldur eru bara upp í harða landi við Selstaði og hann hefur ekkert heyrt þessar fyrirætlanir beint og aldrei verið tala beint við hann. Þetta finnst mér ekki lýsa góður í nálgun. Það skortir samráð við Skálanesbændur sem reka menningar og fræðasetur og kalla sig Friðland. Samtal við landeigendur í Austdal við Sörlastaðavík og Selstaði hefur aldrei átt sér stað.
hvorki frá nefndinni eða fiskeldisfyrirtækinu sem greiða virðist eiga leiðina fyrir hér í dag ef marka má þessa tillögu. Það eru gríðarleg vonbrigði að lesa þessa skýrslu, sérstaklega í ljósi þess að Skipulagsstofnun lagði til að sátt gæti náðst leyfi fiskeldi Austfjarða fyrir 10.000 tonnum í Seyðisfirði ef áformin myndu lúta lögum skipulag haf- og strandsvæða. Það virðist engu líkara en að nefndin gerir ráð fyrir því að þessi leyfi liggi fyrir. Að nefndin sé tilbúin að leggja til að fjarskiptalög landsins verði brotin, að atvinnustarfsemi sé byggð upp á sérsvæði og að einn fallegasti áfangastaður Austurlands, Skálanes, missi algjörlega sína sérstöðu. Við viljum gjarnan skilja af hverju þið komist þessari niðurstöðu, því að hún virðist miðast að því að greiða leið fyrirtækis sem hefur tekið auðlind þjóðarinnar og lífsviðurværi íbúa fjarðarins án endurgjalds og án samtals. Af hverju við með svörin frá Farice en ekki þið? Af hverju við búin að kanna hug íbúa landeigenda en ekki þið? Sjókvíaeldi kemst ekki fyrir á Seyðisfirði, sjókvíaeldi í andstöðu við íbúa á Seyðisfirði og af hverju hafa þessar staðreyndir engin áhrif á okkar fyrstu niðurstöðu sem þið setjið fram í dag. Það er ekki hægt að þrönga svona stórum áformum upp á samfélag sem gegn vilja þess, því hljótið þið öll að vera sammála. Stór hluti íbúa hér sér aðra á bjartari framtíð nýtingu hafsins í samt við náttúru og það þjónustu sem fyrir Við gagnrýnum harðlega að hér sé verið að leggja ófullkomin gögn fram til kynningar og þykir súrt að enn sé reynt að ganga gegn vilja meirihluta Seyðfirðinga og annarra sem eru á móti fiskeldi. Við köllum líka eftir rökstuðningi fyrir því að þið veljið valkost B en ekki A við áframhaldandi vinnu. Okkur sýnist á framlögðum gögnum ykkar að það sé kolröng ákvörðun. Eftir skoðun á valkostagreiningu fyrir Seyðisfjörð í umhverfismat ykkar er niðurstofan okkar þessi. A-lið. Seyðisfirðingar fá að vera áfram með þá sérstöðu sem þeir hafa skapað sér á liðnum árum. Má þar nefna fjölbreytta ferðaþjónustu, lungahátíð og skóla sem eru vel þekkt víða heim. Skálanessetrið, öflugt lista, matar- og menningarlíf og svo mætti lengi telja. Allt þetta heldur áfram að þróast og dafna með nýjum hugmyndum. Til dæmis bættar gönguleiðir innan og utan fjarðar og annað sem falleg náttúra Seyðisfjarðar býður upp á. B-leið. Setur atvinnu uppbyggingu margra smárra aðila á síðustu árum í hættu og hindrar áframhaldandi þróun þeirra en hyglir einum aðila á kostnað allra hinna. Gróðahyggja hinna stóru má ekki ráða. Að lokum erum við með nokkra spurningar sem við viljum gjarnan frá skýr svör ykkar við. Já, svo hefur við nokkra spurningar sem óskum eftir svörum. Fyrsta spurning, af hverju var valkostur B valinn fyrir áframhaldandi mótun strandsvæðisskipulags í Seyðisfirði, þegar öll rök til að mynda Skipulagsstofnunar miða að því að það ætti ekki að velja B-leið heldur A-leið. Vil ég ekki svara? Það vil ég fá margar spurningar og svara svo. Vil ég fá allar að svara síðan? Það er nú hægt við að fara svolítið í grautan. Það er mjög margar. Kannski þrjár spurningar í einu. Af hverju var Seyðisfjörður ekki tekin út úr staðbundinni nýtingu strax þegar skipulagsferlið hófst vegna friðhelgi sæstrengsins? Þar sem að sæstrengurinn afmarkar svæði sem að getur farið undir nýtingu. Í tillögu ykkar segir huga þarf að mögulegu ofanflóðaháhættu. Hvernig ætlar nefndin að verja leyfi sem gefið til atvinnustarfsemi á skilgreindu C-svæði í Selstæðarvík, þar sem það bannað að hafa atvinnustarfsemi á? Verður ekki bara að taka þess að því til að byrja með? Jú, kannski. Svo það hérna 115 metra netalögnin sem að við hafðum aðeins að skrifa 120 metra því að
Netalagnirnar miðast við stórstraumsfjöru en mér skilst að þessar mælingar sem eru gerðar séu ekki alveg nógu nákvæmar upp á það að gera. Ekki virkt eins og athafnasvæði sett þar upp í Harðalandi eins og í Sörlastavík. Kortin ykkar, þar vantar 61 metr upp á sitt-hvoru megin í landinu, eins og í Sörlastavík. Þá ertu strengurinn eins og hann teiknaði á ykkur að Helgunarsvæðið, þá það miðað við 402 metra en ekki 463 og þarna vantar 61 metr upp á. Og svo netalagnirnar. Þarna í Sörlastavík þá þetta eitthvað 120 metrar eftir sem svæði fyrir fiskeldi. Það ekkert metið hjá ykkur hvort þetta komist fyrir eða ekki? Eða það bara þá leyfisveitarnar sem eiga að afgreiða það? Bara svæði sem verður eftir á milli strengsins og netalagna bara ætla fyrir fiskeldi og svo verður bara ráðast hvort þeir komið fyrir eða ekki? Farðu hrætti við spurningar, fáum við blaðið að vera. Já, hvað með íbúðalýðræði og samvinnu og ráð við alla hagsmunaaðila, hvar og hvenær kemur það samráði? Ég laga þetta gott í byrjun. Hérna sumt að þessu gerist núna fyrir minn tíma. Ég veit ekki hvort að þið í ráðinu getið, það spurningin þetta með valkost B, á hverju hann var valinn fyrir áframhaldandi mótun. Einhver hér í ráðinu sem getur svarað því? Óbjörn. Komið sæl. Jón Björn Hákonarson heiti ég og sit í ráðinu fyrir hönd Fjarðabyggðar. Var komin í það 2019 fyrir hönd Fjarðabyggðar, þá voru valdir þessi 3 fulltrúar sveitarfélaga sem þá stóðu af skipulaginu, sem voru þá Seyðisfjörður, Fjarðabyggð og svo Djúpivogur, sem síðan svo sameinast undir hatti Múlaþings. Valkostur B er það sem okkur gert eins og kom fram í kynningunni þegar það tekið til við gerð skipulagsins og uppsetningu þess að fyrir liggja leyfi og leyfisveitingar og ferli. Hvaða skoðun sem við höfum á því. Og við ætlum að taka tillit til þess eins og annarra staðbundinna nýtingar sem var nú þegar fyrir á svæðinu. Og þannig förum við inn í vinnuna. Síðan sem kom fram í máli áðan, núna við framsetningu skipulags sem nú hefst við samráðsferli við íbúa og við hagsmunaaðila. Ferli sem sérstaklega lengt eins og með þekkja bara skipunum á landi sem nær þá fram í september því að það nú þessi sumarleyfistími núna til þess að fá þá afstöðu. Og þannig leggjum við skipulagið fram, ekki endanlegri mynd, heldur þá með þeim forsendum sem eru uppi fyrir nýtingu þeirri leyfisveitingu sem komin nú þegar fyrir og fáum þá þær athugasemdir sem við notum svo til þess að falla skipulagið í lokin áður en að svæðisráðið skila af sér til ráðherra og síðan til skipulagsstofnunar. Það nú val undir í þessu, af hverju val B eða leið B farin. Það liggur fyrir þessi 3 leyfi eða leyfisferli í gangi. Má ég að spyrja það á einu? Þeir eru búin að athuga hvort þetta komist fyrir? Síðan leyfi sem þú kom fram við þinni spurning áðan, síðan leyfisveitendur hverju sinni meta svæðin út frá því. Við metum svæðin út frá þeim leyfisveitingum sem í gangi nú þegar. Síðan eru tilbyrjandi stofnanir sem munu þá hafa það til hliðsjónar, leiður hafa skipulagið til hliðsjónar, þá þeirra svo að meta hvað kemst fyrir og reyta. Hvað er ykkar verkefni? Okkar verkefni er að skilgreina skipulagssvæði nýtingu þeirra, leggja það fyrir, taka svo afstöðu til þessum athugasemdum, koma athugasemdir frá viðeigandi stofnunum einnig. Af hverju heyrið þið ekki farís? Af hverju metið þið ekki þessa? Það bara samkvæmt við að þú smílu fjárvokkur. Mílu fjárvokkur. Til borðarnannar. Og það er landbíðar. Það er landbíðar. Þeir meðum að þið fáið þá skipun að þið eigi að taka til þeirra leyfisveitingar sem gangi og þeir sem eru í vinnslu og það eigi að taka til það.
Þið skoðið það, þið sjáu þetta er ekki hægt að hafið ekki, og þetta kom ekki í hug að vera með bein í nefnum til að segja, heyrðu, það er ekki vit í þessu. Þetta kemst ekki við. Sko, Að því maður bæta einu innanrið, að því að Skipulagsstofnun vísar akkúrat þessum þáttum sem að til úrskurðaraðilar og vísar að MAST og Umhverfisstofnun eigi að vinna þetta í samráði við ykkur fyrir að móta reglunar eiginlega fyrir MAST og Umhverfisstofnun sem að horfa svo á þá ákvarðanir sem kemur frá ykkur. Ef að þið segja að þetta komst fyrir að því að þið kannið ekki, þá segja þeir bara líka, já, þá bara fá þeir leyfið. Ég meina, þið eru að gefa grænt ljós á það ef þið samþykkið fiskeldið á þessu svæði, þá er að gera grænt ljós á það að fiskeldi verði það. já, en það á eftir að samþykkja sig fyrir skipulagið, taka tillit til athugasemda sem koma á þessu samráðsferli. Þetta er nákvæmlega sama ferli að við vinnum landskipum, að skipulag á landi. Hvað var það að fara þess að ég hef ekki séð það er mílufjórðungur sem er til hverra handar og það er landmíla. Samkvæmt skilgreiningu. Ekki samkvæmt farast. Já, en hvað er samkvæmt? Þú ert með Magnúsum í það. Þetta er svona það sem kemur fram í þegar við leggjum tillögu B til og nú er að fá þá þær athugasemdir sem munu þá berast á þessum tíma og kalla þá eftir vilja íbúa sem og annarra hagsmunaaðila. Það hefur það verið gerð. Þessar athugasemdir eru við já, það er býta aðeins. Já, býta aðeins. Það er verið að taka núna skipulagið til umfjöllunar. Skipulagsstofnun var að veita athugasemdir við leyfisveitingu. Nú erum við að leggja skipulagið fyrir. Við hljótum þá að fá þær sömu athugasemdir í þessari vinnu. Viljum við fá þær endurteknar eða ætla að taka? Já, við viljum fá þær endurteknar við skipulagið. Þá sendir ykkur athugasemdirnar aftur. Að því við erum með skipulagið til umfjöllunar núna. Í heild sinni. En þið vitið nákvæmlega þessar athugasemdir voru gerðar til það nákvæmlega þessu skipulagi. Já. Og það sé ekki, það hann ekki heitið, hvað heitir svona skipulagið á Blefbergi. Þá fengum við athugasemdir, þá fengum Skipulagsstofnun athugasemdir við Laxeldissveitarfélagi. Af hverju getið þið ekki tekið þær athugasemdir á þess að til að endurtaka? Við munum taka þær athugasemdir sem komu inn til umfjöllunar. Það er þannig. Í skipulagsferli. Þetta er ekki geðþótta ákvörðun okkar. Við erum að taka til fallinguna Skipulagsstofnunar. Getum við gert þetta á svona vinsamlega hátt? Þið eru búin að koma ykkar sjónarmiðum á framfæri hérna munnlega, en eins og ég sagði hér í upphafi, það er mjög mikilvægt að þær komi skriflega til okkar. Við klikkum ekki að því. Nei, þú segir... Mjög fín úttekt með bara þessu öllu mertu hérna inn og gjörðu svo vel. Ljómandi gott. Ljómandi gott. Já, þá skráum við það og... En eins og ég sagði hér í upphafi að þessi tillaga er lögð fram með þessum hætti. Það var einugur það í svæðisráðinu að leggja hana fram með þessum hætti. Það var auðvitað vitað að það væri skiptar skoðanir þetta og það er skiptar skoðanir þetta í tillögunni. Og við bíðum, eins og ég sagði hér áðan, við bíðum eftir því að fá álit vegagerðarinnar og væntanlega Samgöngustofa einhver leyti líka öryggi siglinga sem að varða líka þetta mál hérna. Þannig að við eigum eftir að fjalla þetta og þær athugasemdir sem að koma hérna fram frá ykkur með skriflegum hætti verða sjálfsögðu teknar fyrir af fræðisáðunum. Þannig að það er ekki við getum að þessu stigi ekki fullyrt það hver verður endanleg niðurstöður því en allar athugasemdir sem koma með skriflegum hætti fyrir ráðið verða teknar til athugunar og umfjöllunar og geta haft þess vegna umtalsverðar breytingar á tillögunni sem liggur fyrir. Og tilgangur þessa fundar er leitt að heyra það ef að það er einhverja tilfinningar það að fundurinn hafi verið illa boðaður og hér vantar aðila, en ég get sagt þá á móti að við ætlum okkur núna í vikunni að búa til kynningu á netinu með svipaðri hætti við gert hérna, þannig að þá geta þeir sem mista þessum fundi komist þar inn í kynninguna. Og þar með fengið svona einhverja smá aðstofi það að leggja fram athugasemdir og ábendingar. Fyrir svæðisráðið skiptir auðvitað,
það sem við viljum absolutt það að allar upplýsingar sem að ekki hafa komið fram komi fyrir ráðið sem geta haft áhrif á skipulagið, því að við viljum að sjálfsögðu að það sé eins vel úr garði gert og við mögulega getum þegar kemur að því. En af hverju getur upplýst okkur af hverju notað landmíla eða enskmíla en ekki sjómíla? Já, nei, ég get, sko, það get ég ekki, en þetta er í lögum fjarskipta, þetta er í fjarskiptalögum. Og þegar ég spurði einmitt nákvæmlega sama, sjómílinn er 1857 metrar, en hinn er 1608 og það er það sem miðað er við. Samt í lögunum segir bara míla. Jú, en ég allavega fengið það alveg á hreinu að það er 402 metrar sem að fjarskiptastofa gerir ráð fyrir. En við förum betur yfir þetta, það er eins og annað sem að kemur hérna frá ykkur. Ég vona að þetta sem að þið fluttu hér áðan, því sé öllu haldið til haga í þessari skriflegu athugasemdum ykkar. Þannig þá er það komið hér inn til okkar. Fleiri sem að spurningar eða athugasemdir. Gjörðu svo vel. Mér langar bara að benda þér á eitt. Ég er stórútgerðar maður í eigin augum, búinn að vera á sjó í 40 ár og ég veit að það er alltaf notast við sjómílu til sjós. Það er bara þannig. Það veit ég líka. Og fjarskiptastofnun hún breytir því. Nei, en í þeirra lögum um sæstrenginn í Vestmannaeyjum til dæmis, sem ég hef nú nokkuð sem farið yfir, það er bara bannað að koma á náðatónum eða nær honum heldur en þessi lög og það er miðað við sjómílu. Við skulum bara ganga og skuggum þetta. Þetta er þeirra vita sem er að vinna við þetta. Í greinargerð Skipulagsstofnunar þar er komið inn á siglingaleiðirnar og hjá ykkur þið eru búin að segja að það sé áhættu greiningu. En miðað við þær reglur sem að Skipulagsstofnun vitnar í og það er þá reglur Kystverken í Noregi sem er þá kannski sambærilegt við það sem að þið eruð að móta hérna með siglingaleiðir og annað. Þar er búið að móta reglur sem að gilda í Noregi og tökum bara sem dæmi 235 metra skip, 32 metrar breitt, eins og kemur fram í greinargerð ykkar, það er kílómetri í radíus, eða semst siglingaleið. Stærri skip þurfa mun þá eitthvað mun meira. Stærstu skipið sem eru að koma hérna núna, eins og Norwegian Star, sem kemur núna 5 eða 6 sinnum í sumar, það eru 295 metrar. Þannig að þá eru við kannski að miða við þessar norsku reglur að tala um einhvern 1,2 til 1,5 kilometri. Nú segir þetta sé ég áhættu mati, en við fáum ekki neina aðkoma því þegar að svo áhættugreining liggur fyrir, þannig að þið takið þá einhver ákvörðun þar hún verður ekkert kynnt nánar fyrir okkur. Hvaða niðurstaða kemur út úr þessar áhættugreiningu? Ef ég skil þetta rétt, eða ekki? Eða eru líkur á því að reglur norsku Kystverken verði teknar upp í sambærilegri útfærslu eins og þetta? Við getum alltaf ekki svarað því það. Við höfum beðið íslensk siglingar yfirvöld að framkvæma þetta áhættumat. Það hafa ekki verið settar reglur með sama hætti. Það eru til reglur þetta einhver leyti við Reykjanes og inn í Faxaflóa með aðskilda siglingaleiðir, en þetta hefur ekki ennþá verið gert af íslensku siglingaryfirvöldum og það er það sem við erum að biðja þá að gera. Það er svolítið slæmt að vera með kynningafund og hafa ekki kannski veigamesta atriðin til að kynna á. Takk fyrir. Já, hérna orðið er laust. Er strandsvæðisskipulagið í Seyðisfirði allt sniðið að einu laxeldisfyrirtæki? Er strandsvæðisskipulagið í Seyðisfirði allt sniðið að einu laxeldisfyrirtæki? Myndu segja já eða nei við þeirri spurningu? Nei. Myndu segja nei?
Nei, ok. Af því að sko á blaðsíðu 10 í skipulagstillögunni ykkar þá stendur mörk reita fyrir staðbundna nýtingu í Seyðisfirði taka mið af áformum fiskeldi sem nú í umsóknarferli. Þannig að einhverju leyti virðist að taka mjög mikið mið af því, eins og komið hefur fram. Spurning 2. Í Skálanesi er fræðslu- og menningarsetur, ferðaþjónustu, æðar og kríuvarp og fjölbreytt náttúra er verið að stuðla að vernd umhverfis og náttúru í Skálanesi og Skálanesbót í valkosti B í skipulagstillögunni ykkar. Já eða nei? Eru það að stuðla að umhverfis- og náttúruvernd með að velja nýtingarflokk B í Skálanesbót fyrir Skálanessetur? Já. Myndu þú segja já eða nei við því? Af því að mér fannst þið fjalla mjög mikið sjálfbæra nýtingu og taka mjög mikið tillit til náttúrunnar og allt ætti að vera mjög, það var allt unnið samkvæmt svona flottum stöðlum og flottum svona hugmyndafræðilegum hugtökum. Já, sko við skulum hafa það í huga, allavega hefur fyrirtækið framkvæmt umhverfismat á þessum tillögum. Það voru kynntar hér áðan. Já, en spurningin er bara já eða nei. Ég meina það liggur fyrir, og óháður aðili hefur gert það, sko. Já, en hvað finnst þér Skálanes hefur komið í Skálanes? Nei, ok. Ekki til þess að gera tjánu það. Nei. En þið hafið ekkert skoðað þá Skálanes, náttúruna og æðavarpið og fuglalífið og tekið tillit til þess þegar þið völdu valkost B. En það er sem þið ekki ykkar tillögum? Jú, þetta er það, ég með langar bara að fá já eða nei. Þið viljið bara ekki svara mér. Getið ekki sagt já eða nei? Allavega treysti ég mér ekki til þess að segja já. Treystir einhver sig til þess tíma? Nei, ok. Þá ætla ekki að taka afstöðu til þess. Takk. Ef við skoðum þetta, eins og annað sem þið hafið lagt fram. Já, eins og það er. Þetta er ekki í spurningafakkan. Nú, það er ekki svona eins, ok. Og þá kemur við að skrifa þetta bara til okkar. Já, en það má spyrja hér. Já. Takk. Er einhverju hérna í svæðisráðinu að vinna fyrir fiskeldið eða hefur einhver svona hagsmunatengsl við fiskeldið? Og þætti ykkur það athugavert eða svona, já, siðferðislega kannski ekki rétt ef einhverju í svæðisráðinu færi svo að þessari vinnu loknu að vinna fyrir fiskeldið? Hvað finnst ykkur svona það? Svona því nú hefur það náttúrulega ekki gerst. Er það í lagi? Eða hvernig? Hvað myndið þið segja? Leikur taka orðið og svara. Ég er nú engin sérstakur siðferðispostuli, sko, en ég held að það hefði bara hver og einn að vega frá með það. Ég treysti mér ekki til þess að... Mér myndi ekki detta það í huga allavega. En þið hinn, hvað finnst ykkur? Ég hef ekki tengst með þessu fiskeldi. Svo hvað er svona sem það gerir í lífinu, ég get ekki stjórnað. Ég get ekki stjórnað hver það gerir í lífinu sínu, sko, en ég held að sé ekki með tengsl við fiskeldi og það hagsmuna tengsl. Ekki að ég bestu leitt. Og ég get svo sagt að ég er að fara ég er bara hægt í politíkinu og verð hérna að klára þetta, en ég stefni ekki að fara að vinna fiskeldi. Ég er bara að kenna. Það gleður. En við skulum líka hafa það í huga að svæðisráðu sitja 8 aðilar. Og það er þannig að ákvarðanir í ráðinu eru teknar með meiri hluta aðildar, að segja að það þurfa að mista okkur til 6 af 8 að vera saman til þess að svæðisráðu geti afgreitt. Takk fyrir. Já, það leynir sér ekki að það er hitt í fundafólki hér og við svo sem vissum það alveg áður en var planað að vera með kynningafundi á Austfjörðum og það var ekki síst þess vegna sem við völdum að vera á Seyðisfirði. Því að hér, það hefur ekkert farið fram hjá okkur og það brennur á fólki hér að þau áform sem eru nýtingu fjarðarins og þess vegna er í rauninni heiðarlegt að leggja þessa tillögu fram eins og hún lítur út núna til þess að fá viðbrögð ykkar. Þó þið hafi sett inn viðbrögð við umhverfismatferli þá er bara okkar umgjörð utan skipulagsmál og öll þessi mál þannig
að hvert og eitt mál þarf í raun að fá sitt umsagnarferli. Ég get alveg tekið undir það að það getur verið skrítið að upplifa að maður þurfi alltaf að vera að gera það sama en enga síður það þannig. Og það alveg eins og við þekkjum með skipulag á landi. Við erum í rauninni eins og með aðalskipulag, síðan kemur útfærsla í deiliskipulagi og hún getur oft orðið önnur en menn sáu fyrir sér á aðalskipulagstigi. Ég ætla líka að benda á að svona við hjá Skipulagsstofnun förum auðvitað yfir hjálparsvæðisráðin að vinna úr öllum þau athugasemdum sem munu koma. Það eru nú þegar farnar að koma inn og langur athugasemdafrestur. Allar þessar athugasemdir verða gerðar opinberar og afstaða svæðisráðsins þá til hverrar og einnar athugasemd, hvort hún leiti til breytinga. Það mun koma þá frá vegagerðinni og samgöngu yfirvöldum að ef það niðurstaðan að sá farvegur fyrir siglingar sem búið að skilgreina í Seyðisfirði teljist ekki nægur, þá mun koma mjög sterk athugasemd til það sem svæðisráðið þegar búin að segja í tillögunni að þau munu setjast yfir og mun þá hafa örugglega áhrif á einstaka reiti eins og þeir eru skilgreindir í tillögunni. Þannig að ég held að ég get alveg skilið að ykkur heitt í hamsi og þetta ykkar umhverfi. Þið hafið tækifæri hérna til þess að koma ykkar athugasemdum á framfæri. Þið hafið gert það hér og ég held að það hlusta allir. Það samt mikilvægt að það komi líka réttu leiðina. Við munum að sjálfsögðu taka við þessari fallegu. Ég hef aldrei tekið, ég hef verið að vinna í skipulagsmálum lengi, ég hef aldrei fengið afhent svona fallegum pappír athugasemdir. Og auðvitað munum þær berast bara eins og í rauninni sníklaposti að ræða eins og við kallum það. Þannig að við komum þessu til skila. En það bara mikilvægt að þið svona andið þessu að ykkur. Ég veit að það ekki hugmyndið að fara hér að fara að samfara ykkur hvernig þið viljið sjá fjörðin ykkar. Mér langar aðeins að það búið að tala hvernig getur eitthvað einstaka tilfelli verið í samræmi við ákveði leiðarljós og annað slíkt og umhverfismati í heild. Þá auðvitað landsvæðisskipulagið fyrir alla austur og það er verið að horfa þá á umhverfismatið fyrir svæðið í heild. Og auðvitað eru þá einhver svæði sem starfsemi sem svæðisráð dregur við alveg fram í tillögunni sinni að hafi slæm umhverfisáhrif. Það kemur fram í tillögunni í þættin í nýtingarflokknum umhverfi og náttúra að ekki sé gert ráð fyrir starfsemi sem hafi neikvæð umhverfisáhrif og þá alveg nefnt hvers konar starfsemi það er. Það er alveg ljóst að eitthvað í athöfnum okkar mannanna á strandsvæðinu mun hafa neikvæð umhverfisáhrif og þannig það nú svolítið með athöfnir okkar mannanna. Við erum hins vegar að reyna að horfa á einhvers konar jafnvægi í því fyrir svæðið í heild, en auðvitað geta þá þeir sem eru nálægt einstaka svæðum brunnið svolítið fyrir því að reyna að hafa áhrif hvernig þau svæði þróast. Og það bara skiljanlegt og það þetta samráðsferli sem núna. Því alls ekki lokið, það alveg fram í 15. september og það gefst á tími til þess að koma þessum athugasemdum á framfæri sem við hjá Skipulagsstofnun munum þá hjálpa svæðisráðinu við í rauninni að lista upp, gera öllum kunnugt. Þær munu fylgja með í rauninni þá til ráðherrans, þannig að allir verða mjög meðvitaðir það hvernig hvort athugasemdir höfðu áhrif á tillöguna og hvað þá liggur til grundvallar þegar næsta ákvörðun tekin. En Magnús, ég veit ekki hvað því að við þurfum nú svona við sjálf þurfum að koma okkur á Egilsstaðaflugvöll fljótlega til þess að á flugin tilbaka. En þetta samtal getur alveg haldið áfram og við höfum í rauninni, ef það vilji til þess að vera með fleiri fundi síðar, þetta rauninni bara upphafið. Það kemur auðvitað sumarfríshlé, við munum vera með kynningafundi fyrir svona umsagnaraðilana, meðal annars siglingaryfirvöld og annað í Reykjavík
miðjan ágúst og í sjálfu sér hægt að taka samtalið víðar ef sérstaklega kalla eftir því. Það mun náttúrulega ekki standa á okkur hjá Skipulagsstofnun að sinna því. Við höfum tækifæri eitt fyrir eina eða tvær spurningar í viðbót en hérna svona eins og Hrafnhildur sagði, við þurfum svona að koma okkur í flug. Vélinn sé 725 frá Egilsstöðum. Má ég koma að loka bara tillögu? Já. Má ég það? Má ég koma aðeins? Já. Ertu vissum að þessi loka tillögu? Halló, það loka tillögun. Fyrirgeðu hvað ég er mikið að taka orðið. Mér langaði bara kannski að segja ykkur aðeins hvað við erum búin að ganga í gegnum sem íbúar Seyðisfjarðar. Þannig skiljið okkur við kannski erum aðeins okkur heitt í hamsi og við erum erfitt með að treysta því að þið ætlið að fara að vinna vinnuna og hlusta raunverulega á okkur og við getum treysti að þið takið allar okkur umsamir alvarlega og séð að vinna fyrir hagsmuni heildarinnar en ekki ákveðin hóps. Þegar að frummatsskýrsla Fiskeldi Austfjarða kom fram þá löbbuðum við hér í hús og það kom í ljós að meiri hluti íbúa var tilbúin að skrifa nafn sitt með undirskrift sinni að vera algjörlega mótfallin öllu fiskeldi í Seyðisfirði. Þannig lista tókum við til Múlaþings og við höfum í rauninu bara verið í basli með að fá nokkra áheyrn í okkar sveitarfélagi. Við höfum reynt og við réðum okkur lögfræðing sem að bjóð til mjög góðar athugasemdir fyrir okkur, sem sendum til Skipulagsstofnunar og eins sendum við náttúrulega undirskriftalistan. Þetta skilaði sér í mjög neikvæðri, eða svona, afdráttarlaust, þá rauninni sagði Skipulagsstofnun, það verður að ná sátt þetta mál, það ekki sátt þetta mál. Núna hefur þessi skýrsla virðist ekki hafa neitt vægi, því okkur finnst svolítið lenda bara þegar þið segja okkur núna að þið ætli bara algjörlega framfylgja því að öll nýtingarsvæðin bara séu eins og þetta fiskeldisfyrirtæki vill og Skipulagsstofnun í rauninni mælist til þess, ég sagði áðan, að það verði sátt málið með að það verði mögulega framfylgt þessum lögum og að Fiskeldi Austfjarða lúti þessum lögum sem að þið eruð að leggja til. Þá held ég sem mjög mikilvægt að við finnum hjá ykkur að þið ætlið að veita okkur samtal og þið ætlið í alvörunni að vinna fyrir hagsmuni þjóðarinnar, Seyðfirðinga, allra, ekki fyrirtækis. Erum við ekki öll sammála um það? Og að treysta þessu fólki til þess? Jú. Já, takk. Má ég beina örstunda bara spurningu? Já, það verður að vera svo síðasta. Já, hún ekki fólkina. Ég veit ekki hvort þetta neitt við ykkur eftirlega. Við getum aftur sveitarstjórnar fólki hérna sem hérna. Af því að ég veit það að eftir að við fórum í þessu umræðu með þetta fiskeldi og þessa mótbáru, að þá núna inn í stjórnkerfinu verið að fjalla það að minnka yfirhöfnum á Seyðisfirði. Að minnka hafnarsvæðið frá Brimnesvík og það endið á við bara SR. Þannig að það verið að tryggja það að ef að fiskeldi kemur hérna, að þá fær sveitarfélagið ekki krónu í tekjur að því, ef að höfnin minnkuð. Þetta einu möguleikin við höfum ykkur að tekjur af fiskeldinu hérna. Takk fyrir. Takk, ég held að þessi fundur svona komin á síðasta skref. Ég vil þakka ykkur bara kærlega fyrir komuna hérna og fyrir hreinskilina sem þið hafið sýnt í þessu máli. Og eins og ég sagði hér í upphafi að allar þær ábendingar skriflegar sem til okkar berast við ráðið fjalla og gera eftir atvikum breytingar á tillögunni og þá ekki bara Seyðisfirði heldur á tillögunni í heild sinni. Það er allt opið. Þetta er tillaga. Þannig að við höfum eftir að fara í gegnum allar þær athugasemdir sem að koma. Og ég vil bara þakka hreinskilina. Ég er vanur því Vesturfjörðum að tala með hressilega. Ég er Ísfirðingur og þannig að ég kem mér ekkert upp í það. En ég virði skoðanir ykkar og við munum í svæðisráðinu fara yfir ykkar tillögur og allar aðrar athugasemdir sem að koma og við sjáum svo hver niðurstaðan verður. Takk kærlega fyrir og njótið þessum eftir í dagsins.